gaman að fá þig heimsókn. Þakka þér fyrir, kærlega. Skriðdrekinn sjálfur, mæti litríkur í dag. Já, það blátt í honum. Það blátt í honum, nákvæmlega. Það Ef ekki bara byrja þar, sko, að því að nú svona tiltölulega nýja afstæðanar forsetakosningarnar. Þú vaktir mikla athygli fyrir viðtöluðin og margir voru að djöflast í þér. Ég var ánægður með þetta, sko, að því bara svona, það eru þetta ólíki skólar af blaðamennsku. Mér svolítið hafa vantað, þegar ég var í Íslandi í dag og þessu í gamla daga, þá var maður meiri í þessum gír, sko, að bara þjarma dálítið að liðinu, sko. Og hvað finnst þér þú veist, varstu með einhverja hugmynd þegar þú ferði í þetta að þú ætlar að vera með ákveðin stíl eða þú veist, hver er pælingin á bak við þetta? Sko þátturinn spursmál BL hefur göngu sína 1. desember í fyrra og það með þetta ákvörðun, þetta var hugmynd sem að við höfum gengið lengi með í maganum og velt fyrir okkur og eiginlega það sem að svona ítir okkur fram af hengifluginu því að þetta er ekki efni sem sko mokkanum eðlislegt vídeoefni þó við höfum verið með dagmálun og annað þá við höfum aðeins verið að feta okkur inn á svo slóð en þá erum við dagblað og vefur, gríðarlega vel og mikið lesin vefur en það svona brýtur ekki á mörgu þar þetta svona meira þjónustu að fólk bara til að halda yfir sín, það ekki kannski svona verið að stinga á stóru kílónum og annað þeim dúr það sem að svona ítir okkur fram að hengiflugin í þessu þessi ákvörðun RÚV þegar þeir taka silfrið af sunnudagsmótnum og yfir á mánudagskvöld og það var ákvörðun sem að ég taldi vera algjörlega sturlaða því að silfrið í sjálfu sem mjög gott konsept þó að það hafi slappast mikið við það að Egill Helgason hafi hætt að vera stjórnandi upp á hvern einasta sunnudag. Já, sammála því. Það í svona þáttum algjört lykilatriði að það sé sama röddin, sama nálgunin, þátt eftir þátt. Og við ákveðum að láta vaða í þetta og ég gaf það strax út að þetta yrði það sem að kalla upp að einsku hard talk. Það sé bara, það yrði þjarmaða fólki og það yrði talað tæputungulaust og það er knúið á svör og það ekki síst vegna að ég hef lengi verið þreyttur á fjölmiðlun sem að svona, ég veit ekki hvort þess að þetta kallaði kranablaðamennsku eða hvað það en þá koma fréttamennirnir með fyrirfram ákveð handrit, einhverjar segjum 4 til 10 spurningar sem að þið vilja leggja fyrir viðmælandann svo fann hann sjálfdæmi það hvernig hann svarar og svo þegar hann hefur lokið sér af hvað sem að það gerist á 10 sekúndum eða hálfri mínútu að þá bara farið í næstu spurningu og blaðamaður telur sig að hafa þjóna skyldu sinni með því að bera spurningur upp og fá einhver viðbrögð en staðreyndin svo að þegar þú svona rýnir í ekki síst tal stjórnmálamanna en fólks víða aðreyndar í viðskiptum og öðru slíku að þá færðu bara oft svar við einhverju allt annari spurningu. Þetta bara fróða. Það bara fróða og svona kannski frægasta og skemmtilegasta dæmið að viðtali við Jón Bjarnason fyrir landbúnaðarráðherra sem var tekið fyrir utan ráðherrabústaðinn þegar að minna að það hafi verið í Eyjafjallajökulsgosinu. Þá var Jóhanna Sigurðardóttir og Stengur Jóð þau voru að gera einhverja breytingar á stjórnarráðinu og mann sem benti til þess að Jón Bjarnason var á leiðinu út úr ríkisstjórn og það vaðið Jón og sagt, hvernig líst þér á þessar breytingar varðandi stjórnarráðið og þá segir hann, ég var að koma hérna austan og var að tala þar við bændur og það ringdi Sandi og fréttamann segir, já en varðandi þessar breytingar á stjórnarráðinu og svona, já þetta var bara hræðilegt, það bara ringdi Sandi og þetta var bara rosalega aðstæður svo snýra sig bara við og labbaði burtu og þetta svona, þetta alveg skefjalaust dæmi en þetta samt algengt og ég man eftir því þegar ég var að vinna með Róberti Marshall upp á Stöð 2 þá var eitthvað viðtal sem hann tók við Halldór Ásgrímsson þar sem hann spurði hann 7 sinnum sömu spurningarnir í röð af því spurningunni var aldrei svarað og einhvern tímann í Bretlandi hvort það var í Hard Talk þá spurði spyrillin 17 sinnum í röð sömu spurningar af því stjórnmálamaður þetta var orðið hlægilegt Já og þetta er svona list það eru Jeremy Paxman og Andrew Neil nú kannski svona mitt upp á allt við fylgst lengi með honum, sérstaklega þegar hann var á BBC og var að þjarma Boris Johnson og öllum þessum köllum, ekkert síður hægri mönnum en vinstri mönnum og það gengur út á að taka hart á mönnum en svo þetta og
við byrjum strax í þessum fasa þegar að spursmáli byrja 1. desember og alla þennan tíma hefur fólk verið að gagnrýna mig fyrir saka mig dónaskap og allir þessi orðaflumur, ég sé siðleysingi út af því hvernig ég tek á mönnum. En staðreyndin svo að í mörgum tilvikum fólk að reyna að komast undan því að svarar út í hött eða svarar með því að segja ósatt, það sem að bara eru fyrirliggjandi gögn, það sem að fólk heldur að maður sé ekki þannig undirbúin að það sé hægt að bjóða mann upp á einhverja þvælu. Og þetta viðtökurnar við þættinum það eina sem að maður eiginlega getur lagt í grundvöllur það hvort þetta sé virkað ekki. Og auðvitað hefur þetta tekið dálítið meira flug í forsetakosningunum en í ýmsum viðtölum fram að því það var eitt viðtal sem ég tók við vegamálastjóra Bergþóru Þorkelsdóttur sem að fekk mikið áhorf þar sem að ég var að ganga á hana varðandi kostnaði við Fossvogsbrúna og annaði þeimdúr og það bara, ég held að það sé eftirspurn og krafa hjá neytendum, hlustendum áskrifendum, hvað við köllum þá sem að neyta fjölmiðlana að þetta sé gett með þessum hætti og einhverjum mislíkar þetta kannski þeim sem að koma illa út úr svona þáttum en staðreyndin þó svo eins og reynslan í Bretlandi og ég hef verið spurður út í þetta en ef þú gengur svona hart að mönnum munu þá menn okkur komið þessi viðtöl munum menn ekki bara segja nei staðreyndin svo að eins og í Bretlanda þá þetta mjög eftirsóttir póstar að komast í hjá sérstaklega stjórnmálamönnum þannig að ef þú færið ekki boð í þátt þessu tægi, þá skiptur ekki máli. Einmitt. Ég ekki líka á einhvern nátt ef að maður, náttúrulega misjum hvar fólk statt, en ef að maður komin á þann stað að maður telji sig bara að vera sannleiksmegin og maður sé bara að segja satt og hafi ekkert að fela, þá á einhvern nátt getur verið þægilegt að fá svona beinar spurningar í staðan fyrir sérstaklega svona litlu landa eins og Íslandi þar sem að fólk að slúðra og svona þægilegt að fá bara ávarpa hlutina sem eru kannski óþægilegustu málefnin eða eitthvað sem að einhver að hugsa eða tala en það einhvern veginn eins og þessi fíll í herbygginu og engin spyrði að þessi fjölmiðlum sko. Nei og getur verið erfitt einhvern veginn að stinga á kýla, getur erfitt að segja eins og svo að það gangi einhverja sögur og stjórnmálmann og það má gera fyrir kannski að 5% eða 10% þjóðarinnar séu að smjatta á þessu. Áttu að fara á Facebook og koma einhverja yfirlýsingu þannig að öll þjóðin vita hvort viltu að þetta malli 10% hópnum eða viltu að þetta malli á 80% eða 90% en í ýmsum aðstæðum þá erfitt fyrir það áttaði á því hversu stór hópurinn og þá betra að þetta komi frá fjölmiðlamanni sem beinskeyttur heldur að þú stingir á kýli með einhverju yfirlýsingu þú einhvern veginn meiri sakbending á því sjálfan að koma í yfirlýsinguna heldur að fá þetta bara í andlitið í viðtali og ég kannski svona ein helsta gagnrýni eins og í þessum forsetaviðtölum það sem ég spurði Baldur Þórhallsson út í þessar myndir af þessum kynlífsklúbbum í Berlín og París og eins og allir vita þá var umræðan ekki bara þær myndbirtingar heldur líka allskyns sögusagnir myndsendingar í gegnum Grindr, forritið og annað þeim dúr og með þessu að þetta hefði verið mjög ómoggalegt og ósiðlegt og fjandsamlegt að bera þetta upp í Baldur. Ég bara í aðdraganda vita sem skynja það að þetta var bara út allt. Fólk var að velta þessu fyrir sér á öllum götuhornum, í öllum kaffikrókum og ég held að það hefði verið bara sérstaklega gott tækifæri fyrir Baldur að fá þessu spurningu. Það mjög óþægilegt að bera svona spurninga fram í návíð við fólk. Já, ég ætlaði að spyrja það aðeins út í það eftir. Sko. Já, það er ekki eftirsóknarvert, skulum við segja, en Baldur bara komst mjög vel frá þessu. Ég held að hann hafi styrkt stöðu sína þarna. Það var síðan á öðrum stöðum í viðtalinu sem ég held að hann hafi runnið á bannana hýðinu og daldið dottið á andliti, sko. Eins og þegar að hann svaraði mér varðandi iSafe. Já, einmitt. Og það var það sem að maður hugsa sko, það sem mér til dæmis Halla Tómasdóttir hafa kannski gert á ákveðin hátt vel eða þar talandum að því vorum að tala fyrir viðtalið samfélagsmiðla og klippur og svona ég sá 2 klippur sko af henni í aðdraganda kosningana sem annars vegar hún spurði hvort hún hafi tekið fíkniefni og það var bara eitthvað, þú veist, hvernig hún horfði bara beint í augun á þeim sem var að spurja og segi bara já, ég hef gert það
og hvernig fíkniefni er mest svona þau sem eru náttúrunar megin og þarna fannst mér hún sigra á því að segja bara satt og síðan þegar hún hjá Frosta og hún spurð út í World Economic Forum stór hópur sem farin að horfa á það sem svona einhvern veginn það versta í heiminum og mér einhverja glæpaklíku og en þar fannst mér hún aftur svara vel, sko, því þar segir hún bara að mér var boðið þarna og ég var þarna og mér finnst Klaus Schwab núna bara leiðilegu gamall kall og ég er bara ekki trefin að því sem hann og þarna finnst mér gera vel í að það ekki farið í eitthvað flótta, sko. Og Baldur hefði sagt hjá þér já, ég kaus með því að við myndum borga ISF en ég sé það núna að það var rangt hjá mér og ég myndi sjálfsögðu gera þetta öðru í dag punktur, málið dött. Jóngnar gerði þetta síðan, ég spurði hann út í þetta og alveg sem með NATO aðild og ISF að þá sagði hann í mitt bara, ég var að þessar skoðun og hún var röng og það er eitthvað mennst við það og menn eru stærri í sniðum þegar þeir geta viðurkennt mistök sín eða að þeir hafi farið villur vegar. En erum við komin á stað þar sem sko réttrúnaðurinn er búin að vera svolítið mikill og svona búin að liggja svona slíkja yfir samfélagina mínum að í dálítið langan tíma og þá jafnvel verður það til þess að mitt stjórnmálafólk sko verður hrætt við að segja að það hafi gert mistök eða hrætt við að segja að það hafi skipt skoðun af því að það hrætt við að þá komi reiðasti hópurinn og vaði yfir það á samfélagsmiðlum og það geti enda með því að þú missi vinnuna, sko. Það held ég sé alveg klárt mál og það er almennt að það tali veikleikamerki að menn viðurkenni mistök sín. En í mörgum af þessum málum sem við höfum verið að kljást í forstakjörinu þá er þetta líka vegna þess að menn eru hrættir við að missa einhvern hóp sem að þeir hafa notið stuðnings hjá. Katrín Jakobsdóttir, það var mesta vinnan mín held ég í þessu kosningum að fá hana til þess að kveða skýrt upp úr hvort að hún teldi að Íslandi eigi að vera í NATO eða ekki. Og sem að mér finnst algjörlega súrrealískt í ljósi atburðana í Úkraínu og við erum að sjá Svía og Finna koma hlaupandinn í NATO til að verja sig, þeir eru lafræddir við að verða fyrir árás Rússa. Eystrasaltsríkin er að dæla peningum í varnarmála því þeir eru sannfærðir að Rússar munir ráðast á þá og við erum bara mjög svona strategískur punktur hér í Norður-Atlantshafi og við erum bara skotmark Rússa alveg óháði hvort að við séum í NATO eða ekki. NATO er ekki ástæðis að við erum skotmark, það er bara við erum strategískt mikilvæg eyja. Við erum naglfast flugmóðurskip hérna út í Norðurhöfum og ég held að hún sé bara algjörlega ég er alveg samfærður að Katrín sé á þessu skoðun að við eigum að vera NATO en þegar ég loksins náða neyðana til að svara, ég gerði með handauppréttingu í lokakapræðanum að þá lét hún sig hafa það rétt ekki upp hönd stuðning við NATO að því hún ætlaði ekki að svæla frá sér þessi fáu atkvæði herstöðarandstæðingana og mér finnst það vont það truflar mig ég hefði talið að Katrín sem er mjög öflug manneskja og geta eitthvað mörguleiti að þarna hefði hún þurft að sýna meiri stórmennsku og segja ég hef haft rangt fyrir mér alla ævi Ísland verður að vera í NATO eins og allar vinaþjóður okkar þegar við mætum þeirri ógn sem að steðir á okkur núna og þetta gerði Jóngnar, hann sagði ég var bara alveg upp á heimili sem hataði NATO og ég hef verið á móti NATO allar tíð, svo bara horfi ég á það sem er að gera hérna og ég bara verða viðurkenna ég hefði bara algjörlega rangt fyrir mér og það var það sem hann gerði vel hann fekk ekki, það var ekki alveg sama móti og með honum núna í þessari eins og þegar hann var borgarstjóri en það sem hann gerði svo vel þegar hann var í aðdraganda borgarstjórnarkosningana þá sló hann svo mikið vopnin úr höndunum á þeim sem voru að debatera við hann því að hann viðurkenndi alltaf bara mistök sko. Og þá var einhvern veginn ekki tægt að ráðast meira á hann sko. Man alltaf eftir viðtalið talandum hennan að því við erum að tala um fjölmiðl og þessa hérna svona kannski harða stíl Helgi Seljan var svona kannski á sínum tíma svona harðastur í kastljósinu ég mann þegar Jóngnar fór einhvern veginn til hans og þá eitt af því sem átt að vaði í hann með var að hann hefði sett hlutafélag á hausinn og ég mann bara viðtalið kláraðist eiginlega bara mjög snemma því hann segir bara já ég er ekkert góður í að reka félag sko. Og ég sé það bara núna sem betur fyrir bara fullt af öðru fólki sem er gott í Excel-skjölunum og ég þarf ekkert að vera í því þá er spyrillin einhvern veginn settur í þá stöðu að hann getur ekkert verið að hjóla meir í hann sko. Af því hann er bara búin að afgreiða málið berskjaldar sig svolítið Já, ég maður hugsa sko, nú veit ég ekki hvar fólk hvar almenningur er stattur af því ég upplifi mig stundum svolítið svona aðeins á skjön við meiri hlutan en fyrir mér er einmitt þegar ég sé einhvern sem svarar að heiðarleika þá vinnur hann mig yfirleitt yfir sko.
og þá erum við hugsa á meðan að PR-fólkið sem á bakvið stjórnmálamennin í raun og veru alltaf að reyna að segja þér hvernig þú ert ekki að vera að missa einhvern hóp og þá á endanum verður einhver svona undanrennu útgáfa að sjálfu þér og getur ekki lengur sagt satt og allt þetta sko. Þeir stjórnmálamenn sem að ná lengst eru þráttur að þeir sem að eru bara trúir sjálfins. Er það ekki? Jú, sjáðu til þess núna Kristrúnu Frostadóttur sem mjög öflugur og merkilegur stjórnmálamaður. Hún búin að gera allt vitlaust inn í þingflokknum og að mörguleiti í hennu gamla baklandi samfélkingarinnar. Helga Vala Helgadóttir fór bara á miðju kjörtímabili bara út úr þingflokknum og bara gafst upp. Það algjör stríðmilli Kristrúnar og Oddnýjar Harðardóttur inn í þingflokknum og það eru hér trúnaðamenn flokksins búin að segja af sér út af ummælum sem Kristrún hefur viðhaft útlendingamál og annað. Almenningur í Íslandi sér að hún bara tekur afstöð til hlutana algjörlega út frá bara svona kaldri skynsemishyggju. Hún sér bara að það allt í klessu útlendingamálunum og hún bara segir það. Það ekki samkvæmt línunni sem Logi Einarsson og Oddný Harðardóttur og þeir hafa sett. En þetta ávinnunni traust og svo stekkur þetta fólk til og segir af sér úr einhverju miðstjórn eða flokksáði einhverju kjaftaði og heldur að það sé búið að koma þvílík og höggja á Kristrúnu. Það enginn sem opnar fleiri kampaðarflöskur en Kristrún vegna þess að hún að losna við þessa órólegu deild, algjörlega óþólandi fólk sem rekst illa í flokknum og á sama tíma eykst fylgið vegna þess að fólkið í landinu, bara fólkið sem að vinna í sveita síns andlis hérna niður á Skarfabakka eða í ferðarþjónustunni eða á hótelum eða ringin í kringu landið, þá horfir á hún og segir, heyrðu, byttu og hún bregst við aðstæðunum sem að við vitum að uppi og hún þorir að adressa þær. Já, þá það aftur þetta sko sem að því við erum gaman að tala við fjölmiðla og upplýsingaflæði þá finnst mér svona það svo oft verið að ég ofta að veltaði fyrir mig hvort þetta hafi alltaf verið svona eða hvort þetta hafi versnað með að það ákveðin hópur sem mjög reiður og hann hávær og það lítur stundum út fyrir hann sér stærri en hann sem vill bara allt sér svartkvítt eins og til dæmis í innflytjendamálum og þá held ég að rosalega stór hluti Íslendinga vilji að, þú sérði eitthvað aumingjans fólk sem að, að yfirgefa lífsitt í ykkur landi og kemur með 2 hendur tómar og ákynna, auðvitað viljum við hjálpa. En á sama tíma erum við bara svona mörg og við erum bara með svona mikla innviði og við getum ekki tekið á móti öllum heiminum. Nei. Og en umræðan hefur einhvern veginn þróast þannig að það er betra fyrir þið bara að halda þetta til hlés að því annars er þetta rasisti sko. Já. Og í COVID sko, ef þú varst ekki sammála hlýðum víði að öllu leiti þá vildur þú drepa gamalt fólk. Já. Þetta er alltaf stilt upp þannig að þú ert vond manneskja eða þú ert ekki sammála okkur og þá hentað einhverjum stimpli sem þýðir það sem ég held að sé meiri hluti þjóðarinnar, bara venjulegt fólk sem bara að hugsa að ná að borga reikning mánaðamótin og alveg börni sín og allt þetta. Það heldur sér til lés í umræðinni og það kannski 80%, 90% af þjóðinni. Já, og eðlum á samkvæmt ætlar fólk ekki að kalla yfir sig alla þessa drullu. Þú hefur mikla reynsla því, ég hef reynsla því líka hvernig er að fá yfir sig þetta flóð fúkirða og þetta bara daglegt brauð í lífi sumra. Og það verið að banna umræðu, það sífellt verið að reyna að setja stopparan umræðuna. Sést best á því að í nýlegu dæmi þar sem að maður af arabískum uppruna lýsir því hvernig hann hefði nú tekið á málum í sinni fjölskyldu ef hann væri í sínu heimalandi en ekki hér og það eru aðferðir sem að Norðmenn og Svíjar og Danir hafa hort upp á, þar sem við erum að tala bara heiðursmorð og viðurstyggilega framkomu við konum og börnum. Og þetta fært í tal og fjölmiðlar fjallum þetta og þeir segja frá uppruna viðkomandi þar sé hinnu trúarlega uppruna eða rótum þessarar hugsunar og þá stíga fram einstaklingar og segja hér verið að ala útlendingaandúð og hatríkar minnihluta eða tiltekina trúarhópa og það stígur meira sér fram kona af palestínskum uppruna sem hefur nýlokið kynjafræðiprófi frá Háskóla Íslands hér gestur hér í þessu landi og hefur fengið hér tækifæri til þess að rækta sig og sína og hún vil meina að það hefði ekki átt að greina frá dítelum hvað þetta varðar eins og varðandi trúarlega bakgrunnin eða þjóðerni viðkomandi vegna þess að þetta sé ekkert eða einskorðist ekkert við þessa hópa sko og þetta sé bara eitthvað sem að geti allt eins átt sér stað hjá kristnumönnum eins og múslima sem bara algjört kjaftaði.
bara heiðusmorð ekki vandamáli í hinum kristna heim. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.